Hæ og velkomin í fyrsta hólið mitt hérna á YouTube-rásinni minni. Einu svona helstu ástæðan fyrir að byrja með YouTube er því mér er svo ótrúlega skemmtilegt að horfa á hól og mér langaði sjálf að gera. Það er alveg svona einu myndbundur sem ég horfa alltaf á hjá öllum sem ég fylgist með og mér langaði að hafa svona PR-hól. En fyrir ykkur sem vita ekki hvað það er, þá er fyrirtæki sem að gefa þér PR-vörur og svona í kynningarskyni. Mér langar að sýna ykkur þær vörur. Þetta er ekki vörur sem ég hef keypt sjálf. Það er bara allt annað hól. Heldur langaði með að hafa þetta svona sikkvort hólið. Þegar ég veit þessi orðið hól svona 40 sinnum núna, bara örugglega í innslæginu. En þá langar mér að hafa vörur sem að fyrirtæki gefa mér og svo vörur ef ég kaupi mér sjálf. Þannig að þetta er allt vörur sem ég fengi að gjöf. Þið vita að ég hef aldrei verið feimin með neitt þannig, enda er ég bara ótrúlega stolt af því að fyrirtæki vilja vinna með mér og gefa mér vörur til að prófa. Eiginlega aðalástæðan fyrir ég elska hól er því ég elska að sjá hvað er nýtt á markaðnum, hvað er spennandi að koma út og svona hvað vörur fyrirtæki vilja sýna og svona koma á markaðinn. Og mér finnst líka bara svo gaman að sjá það sem fólk er að fá, hvernig það ætlar að vinna með það og svona framvegis. En ég held að þetta bara að byrja því þetta eins og sjáið geta alveg svolítið langt. Ég fór á marga fundi í vikunni og búin að geyma þetta og spara þetta, ég er búin að kíkja á eitthvað en alls ekki allt þannig. Ég er búin að bara búin að kíkja í puttana að kíkja á það þannig. Ég held að það sé bara að gera að byrja. Byrja á fyrsta make-up store, gerum það bara. Alltaf svo flottar pakningar hjá make-up store. Og þetta er ný lína sem var að koma og já, þetta er ný lína. Svo erfitt að vennast að horfa ekki bara sjálf á sig. Hérna. Opnum pokann. Ég var búin að kíkja aðeins á hana en ég er ekkert búin að prófa neitt og ég er ekki bara að swatcha allt núna, þetta er ekki eilífð en svona kíkjum aðeins á þetta. Hérna eru sem sagt 3 augnskuggar, já, micro shadow. En ég get líka alveg hugsað að sjá þessa 2 hérna, að séu sjúkir kinnalitir. Sjáðu þið. Ég held ég mun nota þessa kannski meira sem kinnaliti en ég elska bleika augnskugga og hef verið að gera mörg bleik lúkku undanfari. Og hérna er líka micro shadow með svona grænum blæ. Sjáu kannski ekki. Sjá. Ótrúlega falleg litur. Getur líka verið fallegur í highlight fyrir það sem er kannski mjög svona fölari kantinum. Það var ekkert eftir það að stoppa sig þetta. Svo er hérna varalitur sem ég hef búin að sjá í búðinni sem ég get ekki beðið að prófa. Þegar ég sá hann og hugsaði strax bara svona bara augnhár, kannski liner og þessi varalitur. Ég held að það sé fullkomin við svona, kannski statement lips. Þá er þetta bara make-up. Tökum bara næst tan.is. Ég hef verið að nota tan frá þeim eða brúnkukrem sem heitir Fitness Tan og aðalega fyrir ástæðu af því að ég meika ekki að vera í ræktinni og fá svona brúnkutaumafætti. Ég rætti þetta mikið á Snapchat en mér langar að prófa eitthvað fleira, dekkri liti, öðruvísi liti, þannig ég var ótrúlega spennt að það hefði frekar í mér. Svo er þessi hérna, ég reyndar fór með þennan, alltaf búin að sulla út allt. En ég fór með þennan út í föstudaginn, sett hann bara á mig og ég sturtaði hann ekki af, þannig ég var alveg vel brún, alveg ennþá þess að sjáuð og mér finnst þessi litur mjög flottur. Fyrst fannst mér hann aðeins svo kaldur en ég var svo þegar ég var búin að fara í sturtu og skóla hann af, þá var ég ótrúlega sátt með hann og líka bara einhvern veginn áferðin svo náttúruleg og það var svolítið bara svo ég hefði verið úti í útlöndum. En já, þær mældi allavega mikið með þessum lit, heitir Moroccan, sjúklega flottur á húðinni. Og það sem ég elska við þetta er bara svo sjúklega auðvelt að bera það á og ég nota alltaf hanskan frá Mænton. Ef ykkur finnst brúnkukrem alltaf að flekkótt, prófið þannig hanska. Ég er aldrei flekkótt og ég er engin snillingur þessu, ég er nýbyrja að bera brúnkukrem. Hún mæli ótrúlega mikið með. Svo er hérna Skin Firming and Slimming Fitness Tan í stíl, nema þetta er svona, hvernig að skýra? Þetta er meira svona krem, svona sem að gratjuleitast upp í meiri brúnku. Og ég held að það sé ótrúlega sniðugt að nota þetta maður kannski búin að setja brúnkukrem, þegar ég seti núna föstudaginn, að nota þetta kannski út vikuna, þannig að ég þurfi ekki alltaf að bera með nýtt og nýtt brúnkukrem, en sé samt alltaf með smá lit. Þetta er einmitt þetta Fitness Tan líka sem á ekki að svitna af.
Svo hérna seinast en alls ekki síst, ég að nota rosa mikið af svona vörum undanfarið. Af því mér finnst þegar maður til dæmis að fara út og mikið málar í andlitinu og ekkert á bringunni, það finnst mér oft svona, það sjást oft svo mikið, allar æðar sjást svo mikið. Þess vegna elska ég svona krem sem eru kannski svona smá bronseruð, gefur svona highlight og það lítur svolítið út sem að sé líka svona málaðar á bringunni, fatti. Þetta heitir Contour Krem Instant Tan og eins og þegar maður kannski ber á höndunum eða berleggja að setja þetta í allan líkamann. Ég ætla hann sjúklega spennt að prófa þetta. Það var komið frá tan.is. Svo hefði ég bara að fara næst í Rimmel. Ég fór að finna með Rimmel og kíkja á hvað þeir setja í pokann. Hérna er svona Shimmer Instant Tan og þetta er einmitt líka svona virka svona eins að ef maður gleymdi að setja brúnkukrem eins og ég hefði þótt þetta laugardaginn föstudaginn því ég var smá flekkótt af því ég setti bara brúnkukrem líka og klæddi og fór út en þetta er góð. Þannig að þetta er bara svona sem maður getur sett á sig ef maður bara hefur ekki tíma til þessi brúnkukrem og af því það er að koma sumar og allir að gefa út einhver svona flottar vörur og ég er mjög spennt að prófa þetta. Í stundin nenni ég ekki að setja brúnkukrem og ég held ég sé ekki ein það. Hérna er líka burstahreinsir frá Elite. Ég prófaði þennan aðeins áður. Það er alltaf mjög gott að eiga burstahreinsa af því að svo maður þurfi ekki alltaf að vera auðvitað þrífa burstan minn einu sinni í viku en inn á milli ef ég er að farða eða þú veist langar að nota burstan minn tvisvar þá bara sprey ég og leyfa hann þarna. En þetta er burstahreinsir frá Elite. Og hérna eru líka Provocalips. Ég prófaði þessa áður. Það er spurning hvort ég setja kannski bara gjafalegg af því að ég held ég eigi flesta litina. Þið sjáu strax hvað litur er minn uppáhalds, það er þessi hér. En þetta er mjög sniðugt af því það er gloss einu megin og litur hér megin. Þannig þetta er svona two-step dæmi og það er hægt að nota á alls konar mismunandi vegu. Já, ég fæst bleikan, nút og 2 rauða. Mjög skemmtileg vara. Svo er þetta þessi maskari sem ég er búin að sjá svo mikið á Instagram. Hann er svo veglegur sko, hann er alveg þungur. Hann heitir Volume Shake og hann virkar þannig að þóttna maskarar inni og það er svo mikil vara eftir. En þennan getur maður bara hrist og það kemur alltaf meira og meira vara bara þangað til hann er alveg búinn. Þannig að maður aldrei að eyða peningunum sínum í ekki neitt. Ef við kíkja á hvernig bustin er. Flottur busti, má ég sjá. Sjáu hann. Hann er ekki of þykkur finnst mér og hann er bara svona fullkominn og ég fíla alveg líka inn á milli svona ekki plasthár. Já, Volume Shake. Ég elska líka litinn græna. Já. Hérna er svona lúxuspröfa af Stay Matte Primer. Ég hef heyrt mikið tala um þennan alls konar á YouTube og bara alltaf heyrt marga tala um hann, einhvern veginn aldrei fór að fengi mér hann, þannig ég er mjög spennt að prófa. Hvort það standist mínar væntingar. Naglakk. Hvað þetta er sjömalega litur. Hvað setja hann á mig núna. Hann er svona ferskju appelsínu gulbleikur. Hann er allt öðruvísi myndaðal samt heldur en í alvörunni. Og hann heitir 033 Happily Eevee eftir. Alltaf er hann að hafa svona skemmtilega pun intended eins og að segja. Svo er hérna stakir öskar frá Rimmel líka. Já, ég er ennþá í Rimmel vöruna. Og það eru þeir eru svona. Ok, ég var spennt fyrir svona bláar og svo rosalega margir búin að gera bara gett svona basic augu og svona blátt undir. Mér finnst búin að vera svona rosa heilla af því ég hef ekki fundið rétta bláa, hann er svolítið spennt til þessum. Og svo er nokkur bara svona nút, þennan er þetta náttúrulega mikið svona inner corner highlight. Og þetta er svo svipar sem ég er með bara augnlokin núna. Stakir augskuggar, mjög sniðugt. Frá Rimmel. Og hérna er líka augskugga primer sem heitir Magnifies. Já. Þið fattu þetta alveg örugglega, ég þurfti alveg pottþétt ekki að útskýra þetta. Þannig að ég nota ekkert mjög mikið augskugga primera, mér finnst gott að hafa á til taks ef að ég er svona ekstra olíumikil í daginn eða ég er með kúna sem er alveg klárlega bara með mjög mikla olíu í augunum, þannig það finnst mér gott, eða á augnlokunum, ekki í augunum, það finnst mér mjög gott að eiga góða augskugga primera. Svo fór ég líka á fund með þeim hjá Glam Glow. Og ég er búin að tala svolítið mikið Glam Glow maskan bláa sérstaklega. Ég er ennþá svona að vinna mig gegnum hina og ég er svo spennt fyrir þessum nýju vörum sko að þið vitið ekki. Ég verð alveg að opna þetta.
En þetta er rakaspray frá Glam Glow sem var bara að koma út og það er bleikt. Hversu gaman. Ég er ekki þessi típiska stelpa sem elskar allt bleikt, en ég meina bleikt er samt bara svo fallegt. Veistu, meina sjá þið? Ef þú prófa. Ég verð að prófa. Segðu svo góð lykt að þessu. Ó, hvað góð lykt að þessu. Þeir eru það kannski að gera ylvatn fyrir leiðinni. Og rosalega fínn úðinn. Ég var alveg svolítið mikið undanfarið að vera að prófa rakaspray og þá kemur úðinn og kom bara gat í málninguna mína því að það er bara of svona intense úðinn en þetta er bara svona algjört mist. Þú veist, ef þið viljið fá mikið raka af þessu að vera að hafa þetta bara nær en ég ætla að fíla frekar spray sem að úðinn er svona misty en ekki svona rosalega intense. Það er ekki alveg mitt þing. Svo kom ég líka heim með þennan hérna en þetta er svona varasáli. Þetta flakkar mér fram pókana. En þetta er svona varalita, smá svona glossy, svona varasalvi þetta með smá liti og þessum ferskjulit sem er rosalega mjög vinsæll á sumrin. Ég elska ferskjuliti, ég þarf að vinna miklu meira með þá. En þessi er Kiss and Tell og ég bóði þetta bara í veskið mitt strax. Sjá þetta er cute. Og sem síst vara sem að Manni Múa var alltaf að tala og mér langaði svo mikið að prófa. Þetta er Glow Starter í Nude Glow. Það eru 3 litir, einn sem er svona meira perluhvítur og svo einn sem er dekkri þessi. Þetta er svona miðjuliturinn. Og ég held að hann muni henta mér ótrúlega vel. Af því ég held að fyrsti liturinn hafi verið alltaf ljós fyrir mig og hinn alltaf dökkur. Þannig ég held að þetta sé bara fullkomið. Nei, sjáu. En þetta gefur bara svona klikkan raka og glowy undir farða og ég get ekki beðið eftir að prófa þetta. Já, maður alltaf lykt á öllu. Appelsínulykt. Og sjáu litina bara svona nude. Ótrúlega spennt að prófa þetta og auðvitað mín leyfi ykkur að fylgjast svo meira með öllum þessum vörum og eins og það sem ég elska af Haul er að þið getið séð vörurnar núna og svo bara eru þið kannski að hugsa hún talaði aldrei aftur þessa vöru sem hún holaði, þannig að það hlýtur að vera hún hafi ekki fíla hana, patti. Af því að ég náttúrulega nota ekki vöru sem ég fíla ekki, en þá getið þið séð, þú veist, svo sirka hún fílaði ekki þetta, hún aldrei talað um aftur. En af því ég vil ekki taka eina vöru fyrir og segja bara ég þoli ekki þessa vöru. Ég bara virka ekki þannig. Ég hef ekki tíma til að tala illa um vörur, frekar bara sleppi að nota þær. Allavega, höldum áfram. Ég er að fara í smá samstarf með Maybelline og hef alltaf fílað vörurnar þeirra ótrúlega mikið. Og var að fá þennan hérna póka frá þeim og ætla að gera eitthvað skemmtilegt look í vikunni með þeim á Snapchat, þannig mælum að fylgjast með því og endilega ef þið hafið einhverjar hugmyndir hvað ykkur langar að sjá þá má ég endilega segja mér. En hérna eru varalitirnir Color Sensational í Hot Sand og Peach Buff nr. 982 og 980. Ég notaði nr. 980 í nýja YouTube-myndbandinu minni daginn. Þessir eru perldir sko. Er ekki með eitt? Jú, ég er með eitt núna með þessu. Perldir. Og svo höldum við áfram í Maybelline. Hyljararnir, Fit Me hyljararnir, þetta eru uppáhaldshyljararnir mínir. Ég er að vera búin, vil segja búin 4. eða 5. Og ég nota þetta alltaf þegar fólk kemur í ferðun. Sorry. Það var einn númer 10 og þessi númer 15. Ég nota svolítið mikið 10 og 20, en muna bara 15 er ljósastur. Þetta vissi ég ekki fyrst. Fannst 10 alltaf svolítið dökkur fyrir þær ljósastu, en 15 er ljósasti. Allavega Fit Me hyljararnir og Fit Me farðarnir, nei, ég mæli hryllingslega mikið með. Höldum áfram. Augabrúnarblýanturinn, þetta er svona með spúli í einu megin og vörun í hinu megin. Ég elska þetta, ég nota fáránlega mikið. Og mér finnst líka að þetta er svo ódýrt, þá get ég átt nokkra því ég vil hafa augabrúnina mína dekkri hérna, ljósari fremst og svona. Þannig að þú veist, þetta er bara að grínverðir sko. Og uppáhaldsmaskari minn, La Sensational bleiki. To Die For. Þetta er bara besti maskari undir augnar, besti maskari hérna. Þetta er svona eina fá maskarum sem ég finn að smitast ekki niður og þetta er bara... Þetta var uppáhaldsmaskari minn 2016. Ég held ég að skrifa þessi og svarti svona. Þannig, þið vita að ég er die hard. Ég held sem 4 svona opna sko, af því ég nota bara svo mikið. Svo er hérna ný vara sem ég hef ekki prófað og það er Masterfix lausapúðrið. Ég hef samt heyrt svo mikið þetta, þannig ég er mjög spennt að prófa og þetta er bara svona hvítt púður sem er bara translucent, mjög spennt að prófa þetta. Mér finnst ekkert vera mörg svona
Ég held ég veit bara ekki neitt svona laust hvítpúður á Íslandi sem svona drugstore sem hver sem getur nálgast, þannig ég spennt að prófa þetta. Það prófa þetta í vikunni. Og hérna auðvitað þessi sem ég búin að nota fáránlega mikið. Ég á þetta bleiki og ég á líka svona gildan. Alltaf ef ég svona í einhverju fleggnu þá set ég alltaf á, hvað heitir þetta, viðbeinin, ekki? Jú. Og oft eins og þegar ég er kannski ekki mikið máluð en vantar bara smá gló. Þetta er algjör snilld. Svona kremstiftið þannig. Svo hérna er í eyelinerinn fyndið, ég hefði aldrei haldið að þessi væri fyrir mig en hann er mjög þægilegur í notkun. Ég bara nota eyeliner ekkert það oft en ég er alltaf með þennan handi eins og að setja á bandi á augnhárunum eða eitthvað þannig. Hann er mjög, að því maður sér þetta og maður bara svona, þetta fara að virka? En svarið er já, þetta virkar. Ég prófa hann. Svo er þetta tvær palettur. Hérna er þessi Master Camo sem ég er að lita rosa mikið núna af því að ég er svo rauð á nefinu, bara þegar komið 2 sólardagar þarna og bara misfellir andlitinu og svona, þá vill ég hafa alltaf gott litaleiðréttingatæki, bara svona by hand og þess vegna sem þetta geggjað. Það er líka, highlighter, það er grænn litur, gulur, bleikur og svo bara venjulegur hyljari. Þess vegna finnst mér þessi geggjað. Og 24 karat nudes. Ég held ég verði að gera look með þessar sko, ég er svo spennt fyrir henni. Ég er búin að eiga einu svona núna í einhver tíma og ég er bara ekki komist í að gera look með henni. Þannig ég er mjög spennt að prófa hann í vikunni. En ég hef prófað allar þessar palettur held ég. Ég fekk bara að byrja á Shine.is, ég var með snappið hjá Shine á föstudaginn og fekk að frumsýna nýtt merki, mér finnst það þvílíkur heiður og líka því að ég var svo spennt fyrir því og fekk nokkrar vörur frá merkinu til að prófa og sýna á Snapchat og er búin að nota sem sagt einhverjar af þeim vörum, eiginlega, já, flestar af þeim vörum. Merkið heitir Touch and Soul en mér langar samt að sýna ykkur það. Svo fekk ég líka þetta hérna sem við vorum að koma með og þetta er augnhárbox. Mér finnst það svo sniðugt, mér finnst það líka bara svona trillt gjöf sko. En þetta er bara svona segull. Myndar mín að flippa út af því það. Já, og sér stendur Shine.is. Svo seglar maður bara svona á og þá kemstu hvað 9 augnhár í hverju svona boxi. Og þetta er bara ótrúlega flott að hafa upp á borði. Því maður á geðveikt mörg svona flott augnhár og þau eru bara alltaf inn í skúffu á manni. Þannig ég kom með valkveð sko hvaða augnhár ég á að setja í þetta box. Þannig að mér finnst það sjúklega flott sko. Ég er mjög spenntur og sem frá þessu hún er hún. Og þetta fæst hjá. Setjum þá áfram í Shine-vörunum. Þetta er bara svona ekki Touch and Soul merkið, heldur bara Shine-merkið. Og ég varð að sýna ykkur þetta. Þannig þetta var ekki að vera með í hólinu. En allavega, ég hafði bara heyrt sem sagt vörurnar frá Touch and Soul sem eru þessar hérna. Ég er búin að setja aftur í pakkan en ég var að hóla þetta. Og það er þetta hérna. En þetta er svona glimmer augnskuggadúo og einu megin er bara krem augnskuggi og hinu megin er svona metallic glimmer og ég hafði svo mikið heyrt um þetta en ég hafði ekkert heyrt hina vörurnar frá þeim og ég fekk að prófa nokkrar og ég er mjög impressed og sérstaklega á einum primernum sem ég notaði í dag og á föstudaginn og ég bara sjaldan séð húðina mína svona fína og þetta er svona eina nýja sem ég er að nota þannig ég er svona gef því smá credit og ég skal sýna ykkur hann er auðvitað neðstur. Það er þessi hérna primer. Þetta er svona honey primer og hann er með svona gullflögum og hann er gett klístraður. En það er eitthvað svo gett við hann. Svona. Þetta er ekki hljóma, ég veit ekki hvað það er. Það er bara einhvern áferðin á honum og hann er bara eitthvað klikkaður. Svo ætla ég að sýna ykkur hina primerina. En ég er mjög spennt fyrir þessum líka en þetta er svona brightening primer. Ég er ekki búin að prófa þennan. En hann er svona. Mér finnst það líka bara skemmtilegar umbúðir. Sá svipurinn varlega. Svo er annar og það er þessi hérna. Og þetta er svona make-up boomer. Þetta er svona til að fylla í sveitahólur og svolítið matt út húðina. Ég er ekki búin að prófa þennan en okkur er ég með þetta hér. En ég er mjög spennt fyrir þessum. Ég vill alveg láta matta hérna T-svæðið aðeins þótt ég vilja halda raka í andlitinu. En primer sem getur gert þetta bæði fyrir mig er bara winning primer. Svo prófaði ég líka þennan föstudaginn, þetta er svona luxuspröfa af einum vinsælasta primernum No Problem Primer. Pun intended, Hide Pore and Wrinkles. Ég notaði hann föstudaginn, mér finnst hann æði. Hann er í öðru umbúðum samt eða kaupið bara full size. Svo valdi ég mér líka augabrúnablýant.
En þetta svona svo sem ég er búin að nota svolítið mikið undanfarið. Það sést varan einu megin en svo gel hinu megin. Mér finnst þetta algjör snilld. Þannig ég notaði þennan föstudaginn ótrúlega hrifin af litnum. Ég vil hafa litinn frekar kaldan og mér finnst þessi alveg klárlega vera það. Svona, svo líka tilbúin svona venjulegur eins og ég sýndi ykkur hann frá Maybelline frá sama merki. Svo valdi ég með 2 blýanta. Ég valdi einn sem svona núdbrún með samt smá simmer í og þeir haldast fáránlega vel á. Ég þurfti sko að skrúbba mér í sturtu af því þeir haldast svo vel á. Og svo valdi ég mér einn mattan brúnan af því ég á engan brúnan eyeliner sem alveg pirrandi að því ég er svo í svona lúkki sem ég vill ekki vera með alveg svart hérna undir sem ég vil hafa kannski svolítið soft, þá vill ég nota brúnan. Þannig ég valdi mér þessa hérna 2 frá Touch n Sol. Allar þessar vörur eru frá Touch n Sol merkinu. Svo þeir líka með dúóinn bara fyrir varirnar. Alveg eins konsept nema bara varagæi. Og hérna einu megin gloss og einu megin svona mattur. Og mér finnst þetta líka bara sjúklega flott vara. Mér finnst alltaf gaman fyrir að 2 fyrir 1. 2 in 1, þetta hérna þá augnskugga með bláa og þetta hérna vara. Þennan hérna notaði ég á föstudaginn og hann seldist upp. Ég er líka ekkert hissa, ég var í sjokki þegar ég prófaði hann sko. Ótrúlega gaman þegar fólk hlustar á mann og líka þegar, því að þetta gunnverðir sko. Það kostar undir 3.000 kall. Það eru 2 augnskuggar undir 3.000 kall. En eins og Eyrún sagði að mælir hún með og ég myndi líka eftir að prófa vöruna að þið ætli ekki að nota þennan hérna undir glimmerið að nota þá samt festi, ekki nota glimmer 1 og C því það getur alveg hrunið bara svona eins og venjuleg glimmer. Og ég prófaði glossin, ég hef ekki náð að prófa sem matta því ég er búin svo rosalega þurr í vörunum. Þannig ég mæli með að kíkja á þetta með. Og þótt að þessi Rose Gold sé uppseldur þá ennþá til gullitaði og ennþá til hellinga flottum litum. Það er alveg til svona skemmtilega litur sem á svona öðruvísi. Hérna hinn sem ég valdi, ég veit eru mjög svipaðir en þú veist, þið þekkið mig. Þið veitir hvernig mannski er. Nude person. Og svo líka maskara sem ég líst mjög vel á. Það er ekki, ég er búin að prófa svo marga maskara nýlega sem ég er alltaf að stinga mig í augun á. Það er kannski klaufaskapur í mér, hver veit. En það er þessi hérna, þessi stingur ekki, hann er svo rosalega mjúkur og ég er ótrúlega spennt að prófa meira. Þessi líka frá Touch n Sol. Og þá er það komið. Hérna er hitt dúóið sem ég valdi, sem er svona svolítið gylt, sem ég líka mjög spennt. Þannig ég mæli með að kíkja á þetta merki og fylgjast með þegar ný sending kemur. Ég held svo mikið að horfa sjálf á mig að ég gleymi að horfa inn eins og. En hérna er líka vörur frá MAC og ég fór að finna með þeim í vikunni og ég er svona aðeins að prófa mig áfram með MAC. Ég ætla að fara að finna mér farða eða prófa farða hjá hann sem heitir Next to Nothing í vikunni. Ég er sjúklega spennt fyrir því. Og leið og ég sá hann að kynleit og var ég bara svona vákvæmlega öðruvísi og að ég ekki beðið eftir að prófa hann. Og það er þessi hérna. En þetta er Extra Dimension kynleitur. Þann verður ekki svona á húðinni en ég bara get ekki beðið eftir að prófa hann. Ég var að setja hann með núna. En maður er alltaf að vinna með svona svipaða hluti. Ég hef aldrei séð svona kynleit, þannig ég er mjög spennt að prófa. Og svo fekk ég 2 ný lipgloss. Þetta er semst lipglass eins og svona gloss bara. Nema eins og oft í make-upi, pun intended. Og þetta eru bara gloss. Ég fekk einn nude sem ég er mjög spennt fyrir. Og svo einn svona fjólublán sem er alveg samt mjög wearable, svona ekki of dökkur. Það sé alveg flottur einmitt kannski yfir make-up store varalitin til að gefa smá meiri svona glossy áferð. Þannig já, þetta fekk ég frá MAC. Æðislega fyrir mig. Svo fór ég í, ég ætti kannski bara að geyma takkið án til endan. Allavega. Svo er smá eftir. En það eru nokkrar svona vörur og ég skal hérna koma svo fyrir hérna. Þau ekki byrja bara á Urban Decay, en eins og þið vitið þá er bara Urban búið að henda yfir svona búið að springa hérna á landinu. Það er bara svo, þau eru að gera svo flotta hluti í búðinni og alltaf seljast alltaf upp. Og ég er búin að vera að leita, ég er búin að fara í búðinu nokksunum og bara eyði all-nighter spray í búinu mitt. Aldrei til, það seljast alltaf upp. Þið kaupið alltaf leið og kemur. Og þannig ég fór og hafa fundið með þeim og hún bara, já ég leti fá líka eitt all-nighter spray. Ég bara, nei þú veist ekki hversu ánæg ég er. Ég er búin að vera bara eins og hauslaus hæna án þess.
Ég mæli sjúklega mikið með þessu sprayi. Það er komið nýjar umbúðir og ég var að henda á gamlu. Það var í svona hvítum umbúðum en núna svona. Ótrúlega svona chic. Af því að hvítu umbúðirnar eru svolítið svona meikaðar. Því maður kannski var að blanda með beauty-blenderinn og tók svo utan á sprayi og það var orðið svona smá svona ógeðslegt. Þannig ég er mjög spennt fyrir að bara svona dökkar umbúðir. Svo er hérna liquid lipstick í litnum Blackmail. En hann er svona dökk fjólublar. Vist fyrirtæki voða mikið núna annarkvort verið að koma út með svona dökk fjólblá liti eða bara alveg skærbleika. Ég er búin að fá svolítið mikið af skærbleikum og svolítið mikið af svona dökk fjólblám. Þannig það er greinilega eitthvað trend alert. Og svo einn hérna trilltur augnskuggi. En ég verð að gera lúk með þessum. Hann er svolítið svipaður á Makkainn. Bara aðeins verið þessi. Og ég ætla ekki að swatcha neitt, ég veit. Sjáuði. Ég veit ég ætla ekki að swatcha neitt, en ég var að swatcha þetta því að ég var ekki alveg að átta með hvernig litrið var og ég var bara að lýsa svona fyrir ykkur, skilja. Þetta var ekki... Kemst ég upp með þetta? Hver veit. Hérna er maski, svo hitti ég líka fólki á Bioterm. Það er hjá Bioterm og ég er búin að prófa svolítið áfram með Skin Fitness vörurnar, svo búin að fíla þær í drasl. Þannig ég er mjög spennt að prófa meira frá þeim. En þetta er sko svartur maski. Þetta er svona Ever Plump, þetta er svona plumpar húðina, hann er svona blár. Sjáu þið. Það verður eitthvað að prófa þennan. En, ég verður að prófa hann í kvöld. En maður getur semst sofið bæði með hann, svo getur maður notað hann bara líka sem svona tímnamaska, bara sett svolítið þykkt lag á húðina og þá bara svona plumpast maður allir í húðinni. Og eitthvað sem ég þarf rosa mikið núna, eins og það heyri bara, þá er ég svolítið stípluð, það þarf bara valla að vera að koma eitt laufblátrían og ég bara komið ofan á mig. Þannig ég er svolítið svona pöffuð í andlitinu, vakna alltaf svolítið svona eins og ég sé öll tvöföld í andlitinu. Þannig ég þarf eitthvað svona til að gefa andlitinu fallegan svona ljóma, raka, plumping effekt en ekki á þennan slæmahátt, fattu ég. Svo er líka mjög margt skemmtilegt að koma nýtt frá ESL og það er að koma CC krem og komið nokkru litir og ég fekk litin Apricot og þetta er með SPF 35 sem ég geggjaða því að ég er búin að hugsa svolítið mikið núna, ég vinn mikið úti í vinnunni minni og fer út oft á dag. Mér finnst ekki sniðugt að vera ekki með neitt í andlitinu og það er ástæðan fyrir að ég var strax svona rauð á nefinu. Þannig að ég er mjög spennt að kannski skella þessu á mig eftir rekt á morgnana og þurfa þá ekki sólarvörn. Af því að maður áhanda sólarvörn, skilji. Maður er bara svo mikil Íslendingur og ætlar ekki að gera það. Svo er hérna nýr farði frá ESL. Ég er búin að fíla þessa cushion farða svolítið núna. Ég er búin að nota cushion farðan frá Lancome og ég er alveg sjúklega hrifin af honum, þannig ég er spennt að prófa þennan. En þetta er sem sagt, já, svona cushion farði. Og púða hana. Ég nota reyndar alltaf beauty blender í hann eða bursta, en það er samt, þetta er alveg mjög sniðugur púði því hann getur gefið svona sikkur áferðina. Þið sjáu það ekki, en hann er ekki einsbáðum megin. En ég veit ekki, ég er bara vanur með svo mikið á að nota beauty blender. Svo er þetta bara svona. Ég er mjög spennt að prófa. Mér finnst bara svona cushion-farðar svo geðveikir svona on day-to-day basis þar sem maður vill kannski ekki vera bara full front make-up, fattu ég. Svo frá ESL var líka að koma nýr Tusi Clat. Ég hef aldrei prófað hann síðan, jú, ég held að mamma mín átti hann ég var lítil og ég að prófa hann þá en annars hef ég ekki prófað hann og ég veit ekki hvað ég voru að hugsa því að þetta er geðveik vara og alveg ástæða fyrir hún er svona hæpuð og þetta er sem sagt að kemur alltaf svona gold edition og af því þeir eiga ammæli í ár, 25 ára ammæli, þá kom hún svona stjörnuþema. Ég vil ekki taka nú strax því það er svo mikið stjörnum í bakkanum svo sjáðu. Ég langar að taka myndir af því fyrst, en ég er sjúklega spennt að nota þennan. Ég er spennt ég hef aldrei átt, en núna þarf ég að safna öllum, er það ekki? Það á ekki einn kollekt á sætum það. Þetta er bara samformúla, bara nýjar umbúðir sem koma hverju ári. Mér langaði svo mikið umbúðir í fyrra, það var mjög flott líka. Þessar klikkar. Ég held ég að svona ekki smá út, ég glimti því bara. Þannig að heldum áfram. Og svo kom maskari sem sagt í sömu út af ammælinu. Sem sagt kom maskari líka með svona stjörnum. Mér finnst það flott. Geggjað. Og svo kom líka þessi hérna varalitir sem ég er búin að nota einn svona. Klikkar. Og þetta er sem sagt sá sem er með vörunum inni. Og þetta er bara svona rakagefandi lip balm sem að lætur
það eru efni í honum þannig að hann fer ekki af. Þannig að þetta er svona tint sem verður á vörunum. Mjög spennt að prófa þennan. Heyrðu í símanum mínu þarna. Ég er kannski að setja silent. Og hér er svona liquid glow bara sem maður getur sett alls staðar andlitið, út í dagkrem sitt, út í CC krem sitt og bara á allt andlitið og ég er mjög spennt að prófa. Svo ef við klárum bara ESL, Yves Saint Laurent, þá eru hérna sem sagt tveir svona korrektorar, einn í svona aprikósulit, svona svolítið bleikur sem er snilld fyrir mig undir augun, eins og ég oft tala um að vera rosalega blá hérna upp. Ég er mjög spennt að prófa þennan. Og svo einn bara svona silfur sem er bara algjör, bara white base, þú veist, bara þetta litarlega þetta alveg. Þannig ég er mjög spennt að prófa hann líka. Það komið svona fleiri litir, það kom líka grænn og gular litur held ég minni mig, allavega. Ég get hitt á það bara. Og svo fekk ég ótrúlega sæta svona luxusútgáfu af ilmvatninu nýja. Mon Paris, sjá þið. How cute. Þetta er sjúklega góð lykt, ég held ég verð að fá mér stóru lyktina sko. Wow. Oh my god. Ok, ég ætla að fá mér stóru lyktina þessu, það er það ákveð. Og svo fekk ég smá frá Lancome en ég fór á fund með þeim daginn og fekk risapakka frá þeim. Þetta fekk að stelast með mér í þetta skiptið, en það er sem sagt svona matte shaker, þegar við eflaust séð þessa. Þeir voru út allt. Ég er svo mikil brussa. Þeir voru út allt á tímabili, ekki möttu shakerarnir heldur hinir. Þessi var að koma núna, ótrúlega fallegur svona bleikur litur og varabryntur í stíl. Mjög spennt að prófa og svona bursti einu meginn sem maður getur notað. En þetta er bara svona mattur litur. Samt svo þunnur sem að heilla mig ótrúlega mikið. Og svo fekk ég líka frá Clarisonic, maður vantaði með nýjan burstahaus. Ég er búin að nota bara Clarisonicin það mikið að ég þurfti nýjan og mjög ánægð að fengi nýjan því að þetta var, já, I needed it. Ég bara noti þetta það mikið, ég er ekki að grínast sko. Annars vildi ég bara loka þessu myndbandi með að segja bara takk æðislega fyrir mig, öll þessi merki. Þið viti ekki hvað ég er þakklátt fyrir að fá að vinna með ykkur og ég elska að horfa á haul, þannig þið megið endilega segja mér hvað ykkur finnst og hvort að þið viljið sjá meiri af þessari tegund. Ég er ástæða fyrir ákvað að hafa skipt PR haul og venjulegt haul að því ég vill að þið vitið hvað ég kaupi sjálf og hvað ég fæ að gjöf og þótt að þið vitið alveg hvernig ég virka. Ég myndi aldrei segja ykkur frá ykkur sem ég var ekki spennt fyrir og myndi heldur ekki þiggja þær vörur. Það segir sér bara svolítið sjálft held ég. Allavega ég er sko með klæðir puttana og langar að taka þetta make-up á og setja nýtt með öllu þessu dóti en ég leyfi kannski að fylgjast með því betur á Snapchat til að prófa eitthvað nýtt og þegar ég er fann að prófa öll þessi merki þá megi endilega segja mér þar hvað þið viljið sjá frekar og svo megi náttúrulega endilega kommenta hérna undir og segja hvað þið viljið sjá næst þar sem ég vantar alltaf hugmyndir þið eru snillingar, ég kom hugmyndir. Allavega takk æðislega fyrir mig og við sjáumst bara næst.